Góða kvöldið og velkomin í ljósleiðaradeildina. Umferð 5 hefst hér, hún endar hér í kvöld. Já, heldur betur. Já. Það er nákvæmlega svoleiðis. Komið að leikslokum í þessar umferð allavega. Já, vonandi ekki að leikslokum allavega. Nei, bara í þessar umferð. Bara í þessar umferð? Já. Ekki miskila mig. Nei, algengur miskilningur hana. Skilmissingur. Já, algjörlega. Já. En við erum að fara að horfa á ansi skemmtilega leik á milli Sögu, Saga Klass eins og þeir heita, á móti Ravík. Fáum kannski bara dagskrana upp á skjáin þannig að áhorfendur heima geti séð svona nokkuð veginn hvernig búið að fara og rennum bara aðeins yfir það. Það voru tveir, ég vil ekki segja uppsett sigrar hérna. Jú, ekki. Ég myndi segja það hygglust. Á þriðjudaginn. EFH þeir vinna Ármann bara kemur þvílíkt óvart að það skuli gerast. Ármann líka ekki búin að missa mapp bara svo far í deildinni en loksins þá tapaði 2-0, það bara stórt. Síðan vinna Venus IA 2-1, svona við vorum báðir ekki ráð fyrir að IA myndi vinna. Já, IA litu ótrúlega vel út í Anubis-leiknum allavega og framar af í Mirage alveg gjössamlega láta bara niðurlega sig og Venus sína að þeir eru konur til að leika og við vonandi sjáum einhverja uppsett sigra frá þessum tveim liðum svona haldandi fram á við. Já, vonandi. Við getum allra sagt það með vissu að við munum ekki horfa á IA né Venus aftur á þangað til mögulega bara í nóvember. Já. Rétt. Ef að liðin enda í topp 8 þar að segja. Já. Það verður gaman að sjá. Já, þetta eru áhugaverð tvö lið sem að hafa svona verið að sækja í, en í kvöld, reyndar, það eru 2 leikir í kvöld og þriðji var rescheduled, ég er ekki alveg 100% viss, en eitthvað segir mér að það hafi verið tengt einhverju móti erlendis. Já, mér finnst það líklegt. Það er neðsti leikurinn Dusty á móti Vega. Ég var mjög spenntur fyrir að horfa á þannig leik, þannig að ég pingu ánægður að fá að horfa á hann live. Ég er mjög gaman að horfa á svona hluti live og ég verið þá er í gangi á sama tíma og við. Já, nákvæmlega. Þannig að við erum að horfa á replayin. Síðan er Þór Kanó og Lítill fugl hvíslaði að mér að 2 leikmenn EFH sé að taka að sér að lýsa þeim leik. Já, heldur betur. Okkar allra bestu vinir, Blaster og Viktor. Já. Viktor með sé samt. Já, Viktor með sé. Viktor Hot, oft kallaður. Sómadrengur, hann ætlaði að tækja þetta og streyma þetta fyrir okkur. Hann er sómadrengur. Fallegt. Á tvennahátt. Saga Ravík hins vegar, það er leikunni sem við munum horfa á í kvöld og við völdum þennan leik alveg sérstaklega til að horfa á Ravík. Við höfum bara verið að horfa á þá í gegnum streymi annara og í gegnum demo og svo framvegis, þannig að það verður gaman að sjá þá live. Ég væri til að fá stöðutöflana síðan upp til að sjá svona hvernig það stendur og hún er væntanlega náttúrulega uppfærð akkurat núna eftir leiki þriðjudagsins og eins og við sjáum það eru 3 lið á toppnum akkurat núna. Dusty og Þór hins vegar eiga leik til góða. Við skulum taka það alveg kristall fram. Ármann voru að sjálfsögðu að tapa sínum leik núna á þriðjudaginn. Yes, sir. Vega með sigri á Dusty gæti eins og að komið við hlið Ármanns, Dusty og Þórs. Algjörlega. Svo framlega sem að Þór tapa sínum leik líka. Já. En Saga eiga leik í kvöld og geta krækt sér þá í þessi 8 stig og komist upp við hlið Ármanns. Eru einungis búin að tapa einum leik á móti Þór, búin að líta vel út. Já, algjörlega. En núna erum við, við tölum alltaf þetta í svona cirka miðju tímabili. Nú erum við 5. umferð, við erum meir en hálfnaðir, þannig séð.
og við erum konu með algjört distinction á efri part og neðri part af deildinni. Það eru þessi 6 sem að eru, látum við þetta bara innan gæsalappa, þú veist, competitive og að berjast þarna og mjög close á milli og síðan erum við með Venus, Kano, Ravík og IA og við byggumst rosalega mikið við því að Kano yrði mögulega þarna aðeins ofar en það hefur bara ekki komið. Nei, heldur betur ekki. Það sko, síðan svo típist sko, svona undir lokin að sko, Venus vinna IA og síðan spila IA á móti Ravík, gefum okkur að Ravík vinni þann leik og allir enda með 2 stig. Þessi neðstu 3. Einmitt. Það væri horror. Við vorum að ræða þetta á hann. Það væri horror. Og ég ætla bara að segja það hreint út hérna. Ef þú lendir í því að detta niður á round differential sökkar að sökka. Sucks to be you. Lík. Bara í alveg. Það í alvegni þannig. Þetta competitive. Ef þú ert að detta niður út af round diffi. Það bara að vinna fleiri leiki. Það bara svoleiðis. Það bara nákvæmlega svoleiðis. Það ekki hægt að orða það öðruvísi sko. Nei. Hins vegar þá langaði mig að demba mér bara í núna söguliðið. Já, algjörlega. Þetta fornfrægt lið einstaklingum sem hafa verið í deildinni í langan tíma, einstaklingar sem eru margfaldir Íslandsmeistarar. Siglu. Enda bara einn Íslandsmeistar þarna, tætt. Já. Sigluhestar. Við verðum að segja það allavega. Þetta eru sigluhestar. Já, það er svoleiðis. Við höfum verið mjög hrifnir af þessu liði. Við vorum alveg bara, bálskotin í þeim á síðanstu tíma. Já. Þetta er liðið sem kemur alltaf með góða leiki. Alltaf, einhvern veginn. Þeir eru búin að spila, þeir gáfu okkur ákveðið sjó í síðanstu umferð á Kano. Þetta var bara eins mikil dramatík og hægt sko. Já, rétt rúmlega sko. Ég horfði á streymið hjá honum Palla. Hann var búinn að innbyrða bara einn poka af trítlum að horfa á bara 3. markið. Ég bara, hvað á seifi? Elsku Palli bóndi. Já. Það getur farið svolítið í töðan á manni. Já. Maður verður vel trektur að horfa á sumarleik. Það er bara svoleiðis. Og náttúrulega líka bara fyrir okkur svona sem að sita heima Vissart hérna út á hægri kantinum ábyggilega besti leikmaður hérna og ég ætla bara að setja það bara hreint út en statslega séð Solo. Það var Solo. Já, hann er búinn að vera frábær. Ég seimaði hann aðeins daginn. Já. Aðeins kerin í gang. Böðvar Breki Solo Böddi eins og henni kallaður og já, þú tókst hann aðeins fyrir. Já. Fóð síðan að rýna örlítið í statsana. Þetta hann er búinn að vera sína ágæta takta. Já. En við verðum alltaf að láta svona pinku kaviat inn í þetta að þeir eru búin að mæta Þór. Já. Það er eina liðið á þessum topp 4 sem þeir eru búin að mæta. Jep. Þeir eru búin að mæta fyrir utan það Venus og IA sem við vitum fyrir fram að voru ekki að fara að gera einhverja glóríur hérna. Þeir eru að fara að berjast fyrir einhverjum sigurum og that's it. Já. Það voru 2-0 sigrar og Kano 2-1. Virkilega close leikur vissulega en samt sem áður, þú veist, það er ekkert topp liðarna. Nei. Eftir að maður Dusty, eftir að maður Ármann, Hetti og svo framvegis. Þannig að við fáum að sjá meiri mynd á söguliði þegar þeir byrja að mæta þessum stóru liðum. Já, það verður mjög áhugavert að sjá sögu á móti á stóru liðunum og þegar að Sörkit átti út, þá sjáum við hversu mikilvægur hann var innan liðsins. Það er ekkert mál að frækka móti verðliðunum, ekkert mál. Já, þú veist, það eru liðin sem allir búast við þeirra og ég meina þeir tóku Venus og IA bara tiltölulega auðvitað. Sko. Já, þannig að það verður gaman að sjá. Já, mjög. Tvímælalaust. Þá ætlum við að kíkja á lið Ravík. Ravík ekki búin að krækja sigur hingað til eins og við sáum á stöðutöflunni, en það er Snowy, Ninja Doctor, Óli, Sein og Instant. Já, Instant stígur inn sem 50 leikmaður í dag. Vilja sigur og ég ætla að segja að þessi skiptingin á Instant, þú talar það, þetta leið og hann myndi koma inn í liðið, þá var þetta uppáhaldsleikmaðurinn. Já, bara by far. Þetta er svona gaurinn sem hann er með þetta X-faktor, it-faktor líka, hann er bara með allan faktorinn. Kæin er viðstöðust góður í þessu leik. Já, hann er búin að vera viðstöðust síðan 2007. Já, cirka. Það er svoleiðis.
náttúrulega Ravík, þetta based í hérna á Reykjanesskaganum. Instant að sjálfsögðu frá Reykjanesskaganum. Já, ég held að það séu meirhlutuna. Já, gott ef ekki. Það er Og ég er svona lúmst hrifin af þessu liði. Já. Alveg frá því að koma inn í deildina. Mér finnst það bara mjög spennandi lið. Já. Þú veist, gefið að þið séu með starting 5, ekki með instant, þá er það, þú veist, þetta er svona lið sem er með rosalega mikinn spilatíma á bækinu. Já. Og eru svona frekar pússaðir saman, þú veist, þetta er, þeir eru með teamplay og hvenær er að syngja saman og hvenær ekki og allt þetta dæmið, sko. Einmitt. Þannig að ég er mjög spenntur að sjá allavega í dag á móti Sögu, svona kannski þægilegri andstæðingar en þeir hafa verið að spila á móti. Já, og þeir eru búin að spila á móti Hetti, Vega, Ármann, Dusty. Þeir eru basically búin að taka bara topp 4 fyrir utan náttúrulega Þór. Ármann þarna, þú veist, topp 5 kannski, fyrir utan Þór og þeir eru búin að vera að tapa náðu mappið af Hetti eins og frækt. Já. Fólk er búin að vera að sveigja aðeins frá Inferno þeirra Já, eftir það. Skila vel. Töpuðu samt sem áður á móti Vega í Inferno í hérna óvitamleik. Já, Vega náttúrulega, þeir eru svona sigluhestar í Inferno akkurat. Þetta er þannig lið. Já. Það verður að segjast. Og þetta var eiginlega, það var einmitt Tóker, ef mér minnir rétt, sem átti frábæran leik þá til að snúa því algjörlega við, en þeim vantar hann í kvöld. Já. Spurning hvernig þeir ná að púsla þessu saman án Tókers, sem að ég myndi segja að væri svona næst besti leikmaðurinn í liðinu. Já. Inn kemur náttúrulega instant, engin nýgræðingur þannig séð. Nei. Ég ætla að leiða mér að segja instant sé besti leikmaðurinn í þessu liði með þetta line-up right now, en þú ert væntanlega með annan í huga. Ég er með Snowy. Já. Komum svo lítið óvart. Ég er búin að vera píku skotin í honum. Sko, hann er búin að vera ótrúlega góður í þeim leikjum sem ég er búin að horfa á honum með, og hann er sérstaklega móti Ármann, leikir móti Ármann í Dust 2, þá var Snowy og Tóker, og sérstaklega Snowy þá, allt í öllu, hann var playmaker, algjörlega krúsjál ástæða fyrir að þeir fóru með Ármann eins og þeir fóru í Dust 2, töpuðu þeir leik, vissulega, en það var helvíti close. Já, ég hlakka til að sjá hvort að Snowy hrífi mig mikið og hann hefur hrifið þig hingað til. Já, við eigum hins vegar vítóið tilbúið, og fyrir leikinn þá var ég búin að, sko, Saga er eitt af þessum liðum sem elskar Dust 2. Bjóst sterklega við Dust 2. Eiginlega bara ekkert annað í boði. Síðan var ég að horfa á Inferno sem pikkið hjá Ravík, en ef að Saga eru sniðugir þá bannar það beint. Já, það verður áhverjað að sjá. Inferno bannað instantly af Saga. Instantly. Þeir voru góður í Inferno og það er auðvelt að taka út. Ravík bannað með Ras. Skil það svo sem ekki. Ég held að sé eitthvað bara í sambandi við. Er ekki bara Ravík? Já, það er bara Ravík bann. Já. Það er ekki bann inn í Sögu. Nei, og ég held að, þú veist, banna gegn Sögu, þá myndir þú taka Dust 2 út, sko. Já, akkurat, Dust 2, akkurat, pikkað strax af Sögu. Ætlum við að fá Vertigo? Nei, ég held við fáum eitthvað aðeins meira. Við fáum Vertigo. Jón, ég á með Vertigo skrifað niður. Það er svo leiðis. Hæ? Ánægði mig. Vertigo, næsta mapp. Og er það hitt A-mappið síðan í Decider? Nei. Eða Núk? Ég held að vera bannað. Aha. Ég held að vera bannað. En ég spáði. Insent bannað Anubis þá. Sjáum hvað Tóma, bannað næst af Ravík, það verður áhugavert. Ravík fá að velja allavega. Bannað Anubis og við endum í Núk. Þegar ég horfa á þetta mappúl, þá er ég strax bara Saga út í gegn. Já, ertu að tala um 2-0 eða? Nei, ég myndi segja 2-1 því að Ravík hafa verið að spila Vertigo. Já. Hafa litið allt í lagi Vertigo og sérstaklega út af þessum playmaking leikmanni sem að Snowy er, plus þessi lurky stíl sem að Instant er með, hentar rosalega vel í Núk og Vertigo, bara út af level designinu og svo framvegis, sem að er alveg skemmtilegt að horfa á, eru með Zane reyndar, sem að hefur verið bara helvítis akkeri fyrir þetta lið. Já. Hann er á góðan hátt. Það eru 55
leikmenn í deildinni og hann er lægstur Það svoleiðis. Jæja. í stötsum þar að segja. Það vont. Já. Hann er með, maður sjá, það er Sein og hann er með 0,59 í KD, 58 í ADR. Það er smá brekka. En, Tómi, þetta verður alltaf 2-1 öðru hvorum megin. Og því að við höfum séð sögu í Vertigo áður. Já. Manstu við? Já. Já. En ég held að Run and Gunnið, þeir geta alltaf að Run and Gunnið miklu betur heldur en þeir myndi gera í Inferno. Inferno sennilega. Ef þú ert með gott map presence á banana og ert að spila eitthvað mappið, þá er mun auðveldara að spila á móti liði sem veit ekki raskat hvað það er að gera í Inferno. Já. Og talandi Inferno og manstu eftir að séð það að spila Inferno? Nei. Kannski einhverju best of 3 serju í stórmestaramótinu eða einhverju qualifier eða eitthvað svoleiðis en ekki fljótu bragði. Ég man ekki eftir því. Þannig, já, áhugavert. Ekki miklu svona einhverju Inferno menn sko. Nei. En það verður að segjast að hérna er ég að ýta mjög fast á takkan á sögu. Dust 2 hefur, ég held að Dust 2 verði nefnilega leikur og ég held að hann fari mjög close. 13-11, jafnvel overtime, 16, 13, 16, 14 fyrir sögu. Og fer eiginlega rosalega mikið eftir því hvort að Saga sé að fara inn í leiki með vannmatt út af því að Ravík eru með 0 stig en hafa verið að spila nokkra leiki mjög close. Ef þú ert ekki búin að fylgjast með þá gæti það komið þér á óvart út af því að þeir eru mjög kompetent lið. Já, þeir eru það og eins og ég talaði maður eru bara með mikinn spilatíma saman og þegar að fólki með mikinn spilatíma saman þá eru þeir bara góðir í flest öllum möppum. Mér finnst líka rosalega áhugavert þegar ég var að horfa á til dæmis Dust 2 að þegar einhver var með play þá actually voru þeir að frista og bíða eftir playinu. Við erum að sjá ótrúlega mikið af því því að liðið með einn leikmann í playi þá er liðsmennir einfallega að kasta því frá sér með því að deyja eða falla eitthvað svona astnalega eða jafnvel það fara 3 af 5 leikmönnum í eitthvað play 2, það meikar ekkert sens. Nei, virkar playið hjá einum en ekki hinn 2 og bara tapar rándinu. Rándið er búið, það er ekkert playið. Ef þú vinnur 2 af 3, já, þá get ég gefið sens. En ég veit ekki, það er kannski oftar en ekki rétt á sér stöðunni, ef maður á play bara stopp, bara allir, bara stopp, ég á play. Gerka bara, ég á play og þá á í rauninni allir sem eru með lið, þeir eiga bara að, þú á play, við býðum bara. En oftar en ekki, gerir fólk ekki, sko. Já, það er pirrandi. Já, mjög pirrandi. Ég þekki þetta sko eiginlega ofvel, ég er svona leiðilega mikill lurker í dag með hvernig ég er, sko. Og ef ég á að play og ég kolla ég á play já, þú átt play öðru hvort randi fólk bara svona það bara fristir það skiptir einhvað frist kannski færið bara frít kill eða þú ert að frista já, það er málið sá þetta í Dust 2 í gær áttu bombu fyrir utan Longlobi sem CT það fór allt í skrallið við förum ekki náttúrulega það ég horfði henni á þann leik og hann var mjög skemmtilegur þið voruð Já, við gerum þetta að tæpuleik, við getum sagt það. Við gerum þetta að tæpuleik. Já, hvað fór fyrri, 10? Nei, það var ekki 9-3, 8-4, eitthvað. Þá bara var að lokaði leikur. Já, og líka bara Dust 2 með 120 ára spilatíma, 120 ár samanlagt í spilatíma. Mætti segja að þið hafið anti-íað, því að þeir unnu 8-4, vinna pistol, og ekkert meir. Þeir unnu held ég total 6 round eftir það. Já, nákvæmlega. Það var rosalega sárt fyrir IA. Já, og maður eiginlega bara svona maður eiginlega misti ákveðna trú sko. Maður svona Já, verð að segja og ég horfði aftur á hana leik og út af því ég hafði bara áhuga á því sökum þess að við náttúrulega töluðum við Daffi eftir leikinn og hann svona var ekkert alveg svona viss hvernig þetta fór fram þannig svona í forvitni minni bara fór og horfði aftur í leikinn og var að fylgjast með og þarna var þú veist öll þessi default hluti sem við gerum bara á Faceit jafnvel þá
var það bara ekkert gert, þú veist, mid-controlið feilaði einu sinni og fór bara aldrei aftur í það. Já, þetta virkar ekki. Default smokar, nei, alls ekki. A-play, þú veist, þeir löppuð í Palas og löppuð brampin og that's it. Aldrei VP smokarnir til dæmis. Nei, þetta er... En já, Dust 2. Við erum að fara í Dust 2. Já, og síðan í Vertigo, sko, já, leiðilegt það er, en það er bara svo, við verðum að liða með því. Þú veist, við bara horfum munandi á skemmtilegt CS allavega. Já. Það er bara hannig. Gun to your head, Tommy. Já. Hversu stórt er hérna Ravík að fara að vinna sögu í Vertigo? Svona 13-10. Ná, það er ekki meira? Nei. Nei, ok. Nei. Áhugavert. Nei, ég held að bara firepowerið sé alveg að fara að vera til staðar, sko. Já, áhugavert. Ég meina, þeir eru með Wizard, þeir eru með Solo og meina, ADHD, tökum hann bara til sérstaklega í Dust 2. Ef hann fara að hitna, þú veist, hann er að fara að krækja einhver frögg. Já, það er svoleiðis. En við erum tilbúin að kíkja inn í rík númer 2, Dust 2. Já, let's go, fulla ferð. Dust 2, baby. Playcams on. Þetta er eitt besta addition bara á senastu leiktíð. Já, Playcams er mjög skemmtileg viðbót og það var COVID síðan. Og tveir að mæta B og Dómir double kill til að opna þetta. Það er ekki meira. Instant með hoppandi. Það eru gömlu góða vængir með instant. Þetta er komið lobby. ADHD í lobbyinu en hann er treytaði beint út. Wizard einn eftir, einn í lobby, einn á clutchbox. Þetta er þægilegu fight fyrir Wizard. Þetta var allt of tight en Sjá, það er komið stress hérna að ruggið í stólinn, sástu það? Var það stressrugg? Já, það hegi. Já, getur verið. Já, ég held að. Þetta er svona... Ruggar þú þér þegar þú er stressaður, eða? Herri, ég á það alveg til, sko. Ég það kemur alveg innstæðið svona fyrir að maður svona, shit. Ég veit hérna að Guð bless ykkur ef að það kemur einhvern veginn player kama með í einhverju leik, sko. Já, ángríns. Ekki skemmtilegt, sko. Nei. Það er bara hannig, en það verðist þetta að vera að þeir eru mjög ákveðnir að fara bara yfir á B-ið aftur. Já, ef þið ert með spónið að bara gunna hend og mér í neðra uppu. Hann myndir upp að hana. Opsi, ADHD, það er ekki takki, ekki enn. Þú er að bara kolla að byrja úr þessu. Já. Ekki missa annan við þess að bakka þau. Ef ég væri á TeamSpeak, Tommy, ég væri gargandi, sko. Sko, Wizard á sturluð highlight með deglu. Já. En mér finnst hann líka að vera svona leikmaður sem kastar henni bara frá sér. Það skiptir svona samasemmerki. Þú verður að reyna í playin alltaf til að reyna að fá það, sko. Já. Það er náttúrulega málið. Það geti verið það. Nei, ég veit ekki. Við höfum allavega að sé að hann óþarlega oft kasta deglu frá sér. Já. Svo sem. Það var 2 leikmenn að hann low. Ég efast að sé að reyna eitthvað rosalega mikið í að hunda þessa byssu niður. Nei, hann að sjálfsögðu kasta henni frá sér. Það er halda skát, umbu og deglu í næsta rond. Þegar ég var að tala það þá gerist það bara. Já. Það er eins og það er. Við satt kaupið sér deglu, þetta er allt í lagi. Allt eins og á að vera. Engin armor allavega. Nei. Það geta sleppt yfir grensu. Spurning hvað ætlar að gera með hann? Það er áhugavert. Þeir eru allavega 2 að fara inn á B-ið akkurat núna. Þeir eru bara að rössa B aftur! Af hverju ekki? Tæt segir B. Þetta er búið að virka tvisvar. En þriðja skiptið, Dóm og Tæt með 3. Það eru 2 eftir Sein og Instant. Gera það bara Sein. Já. Sturr. Í lesinni Tæt klárar hann og það virkar kannski ekki að rössa B3. Nei, kannski ekki. Tvisvar, já. Ég þarf að sjá þetta einu svona enn til að gúta þetta. Það ekki. Er þetta 4. Pérusið? Sjáðu spónið, Tómi. Sjáðu spónið. Ég myndi elska að sjá það. Það væri algjört nammi. Það er spóna B-veginn, það er líklegt. Rössið bara B. Já, hver ekki? Rössið bara B. Nei, ok. Það fyrir ræklegis í þetta. Það er aftur smókur, sá. Það er aftur smókur á B. Það er að holda þessu. Instant fær hann að góða sæfusmókin.
færa þess að kíkja og gera smá damage á Vissard sem að kíkti longið. Má hvað þetta mikið bónus fyrir sögu. Vá, ég held að þessi grensa myndi gera meira. Já. Hún gerði bara 35 skada. Já. Ekki jafn mikið að gera ráð fyrir. Það oftar með grenur í þessum blessaða töluleik, Tómi. Já. Ég reist vera. Sá jú, kasta á molla. Það myndið bara margar sem finnur samt frakki á solo upp á sortinu. Mjög gott frakkarna hjá Ninja Dog. Hoppar hann upp á Xbox. Það að krátsa hins vegar hinum megin. Vissard bara á 10 HP, gæti fengið flassa það en það engin nálagt. Hann eitthvað gerir þessu líklega hann, snýði baki í smókinu smá stund. Hérna kemur rýrsmók. Ninja Dog ætti ekki að fara í gegnum hann smók, en Vissard að því. Sjötta skilningaviti hann á Ninja Dog. já, Finnur frakki á Vissard, þá eru 3 eftir sögumegin. þetta alveg gjössamlega jarðtenging á Dóm þarna. Algjörlega. Ninja Dog að sína að hann var hérna eins og þetta komið með 4. frakkið, Tómi. Já, Á ég að kíkja? Á ég að kíkja í last? bara eftir að finna ADHD. Ég finna en þetta samt bara bónusand og við vitum að ADHD ekki verið að gefa þetta. Hann gefur ekki eis. Hann hefur aldrei gert það, þetta. Þegar einhver á 4 frökkum, þá hleypur hann í burtu. Ég myndi gera nákvæmlega sama. Ég geri það nákvæmlega sama. Bara ekki fræðilegur. Eða það væri hann var á 4K og ég er í 1v1 við hann, Já. þá er ég bara Q-tap enter ef ég tapa því sko. Sem að er stytting fyrir ég fer út úr leiknum. Já. Það er bara svoleiðis. Hittir leikmann í krossanum hana ekki nóg til að fella hann hins vegar. Ætla að fara að gefa þess að digga til Snúi. Halló snemma. Skot þarna í nakkadrampið á ADHD. En þeir eru kaup aftur. Saga. Einn maður sem á lítið og það er Dóm 29. Erfitt kaupir hann. Sennilega makka. Hvar er Vissard? Spúnaði hann fyrir longið. Það hlýtur að vera. Já, hann tók nefnilega ekki smók, tók molla grensu flass. Þá hlýtur að vera longspónið. Jú, það hlýtur að vera. Same með Xbox smókin. Með doppelmolla longin, einn fyrir bóla og einn fyrir lobby. Fyrir hæpur á tímasningur hana. Með skemmtilegt line-up hana, ADHD. Mjög yfirvegar að sjá ADHD. Verður að segjast, allan að komin á uppáhaldsvopnið sitt, Vappan. Ætti að vera duglegur að finna einhver pikk þar, solo, allar að sækja í bílóbi, instant er að fylgjast með þessu. Instant, að sjálfsögður er instant. 1000 ára reynslu í CS, finnur frakkið og solo. Hefði með þess að feifur að það solo. Já, ég líka. Þetta er að spila yfir Ravík. Já, mjög. Spilum náttúrulega frábæran leik á móti Ármann í Dust 2. Það var ekki það síðustu umferð. Nákvæmlega. Tætt finnur Ninja Dog droppar flassi og sítið og ætlar að fá flass inn á login. En þetta verður nokkuð fljótræði því að þeir eru komin ansi close. Flassi kemur hér. Tætt fyrir gegn. Finnur 2! Gerir þetta líklegt ADHD á alveg sensi í drántómi. Geranlegt, grunar væntanlega að flassið hafi komið frá CT, smóka það út og ætti ekki að krossa núna. Vappin er ekki að fara að gera rosalega mikið. Og spurning, nei, leikmannur sjálf er komin aðeins og langt til að heyra í honum. Hvað? Getur upp í gegnum hann og mætir þar leikmanninu. Instant, en það var 1 á móti 1. Drjóli hinum einn. Dr. Jóli og honum í vonum móti ADHD. Eitt skot eftir, spilar á smóknum, en Drjóli gerir vel. Finnur frakkið og í kjölfarið ætti að geta náði Vappan. Já, gerir það. Góði kálvar á honum þegar hoppaði hann upp. Já. Gamla góða. Kálvar, læri og mjáðmat nikkingar. Nikkingar. En 4-1 og með Saga velja þetta mapp, glemir því ekki. En þetta er svo sem ekki alveg farið í gúlæki ennþá. Alls ekki, alls ekki. Þeir eru búin að tapa einu svona bónusrándi, 2 gunnrándum. Íkófinn unnu náttúrulega. Algjörlega.
alveg durblindur. Nú þarf að fela byssuna í lobbíinu. En hvað, ætlaði bara að fara út, Tætir með nálægt. Heldur það, þeir læna bara upp. Vissart lifir. Gæti mollan út. Þar. Þetta svo nálægt í að hýta. Hársbreytt frá því. En 2 eftir. 1 digla á ATHT, P250 á Dom. Svo sem ekkert hættulegustu vopn í heimi, en einungis 3 eftir og Ninja Dog lár. Nóa view til eftir á Ravik líka og þeir eru mjög sáttir með að frista hérna 1 mínúta eftir. Já. Og vita bara, þetta... Já, ok, það eru til fleiri leiðir til að læna upp innan smoke set þannig frá bláa. Já. Ok. Ég var bara, of langt. Hæ, alls ekki. Góða smoke í crossi, Nati hátti komin á CT og vinnur hans Dom upp á shortinu. Dom ætti að taka kontakt hérna, það er ölliti í gegn. Nati hátti... Það er bara með diglu, það verður alltaf vissin fyrir að koma inn í gegn. Þá ætti bara að vera búið gott takk hérna á instant, en... Lítur náði byssu á lógin ef hann nógu hlutur að bruna þangað. Virðist vera. Já, það er bara inn í lobbyinu, já. Finnur ekki byssu, hún er komin hana út fyrir. Ninja Dog lár. Þetta er lágir, þetta er gerlegt. Þetta er mjög gerlegt, Tommy! 6 HP á molla er að spila upp á. Þessi molli getur verið svo krúsjál. Hann mollast! Þetta er ekki hægt, Dom. Sherlock, Dom. Já. Akkur kom þetta mér ekki óvart. Ef einhver, Dom. Já, Það er smá glott á Dom þarna. Hann ánægði með sig. Hann heyrir bara í okkur. Þetta er fallegt. En Dom skemmtileg hlægandi núna undir login. Vel gett hjá hann með 4-2. Og Saga að vinna ránd sem höfðu svo sem ekkert mikið erindi í. Hvernig finnst þér þetta viðnefni? Sherlock Dom. Ég er hrifinn að þessu. Hann er líka svona... Hann með persónleikan í það, ég hef ekki að segja það. Já, hann er svona stóískur. Já, hann er mjög stóískur. Spilastílinn hans er líka svona methodical og... Já, leiðilegur. Nei, alls ekki. Sumir af uppáhaldsleikurunum mínum eru svona spilarar. Já, þess að krydda ég, sjá hvað gerist. Já, instant er að læna upp í smoke. Það eru 15 segliðinars. Ég held að það sé komin á TikTok að fættunum upp. Hann var í kastunum núna. Ég gert því ánægði með hann hittur hún væntanlega. Þetta er Xbox, þetta er gamli góði. Já. En hafa verið að hverfa frá honum meira og meira. Þetta gefur CT-unum allt of mikið pláss til að... Það vísar að finna frakkið eftir að ATH fekkar hann. Þeir sjá rosalega mikið af vöppum pússa niður í miðina og halda línu í neðra þegar að Xboxið er kastað. Smoku short og það er óþægilegt. Heiðilegu smokadíla við Trúli með bara góðan fæt á móti ATH, finnur frakkið. Það verður að vinna þennan, gerir það. Ja, erfiðlega þó. En finnur frakkið nær infóinu þannig á mann upp á shortinu. 2 A-megin, 2 B-megin hjá Sögu. Vissart ætla þá að halda B-inu og þeir munni lappinni, B-labíða, þeir bara hlýtur að vera. Já, er að gera það núna en þá er... Solo finnur ekki hittið þarna á þess að koma upp og er alveg mollaður út, verður bara að hoppa upp á hann í kassan en alltaf að taka eitthvað fæt sem hann gerir. Þeir er búin að sjá alla 3 Drjóli finnur frakkið og Solo 3-3, bomba á leiðinu niður, mjög gott hann á bombinu niður og peningin að gera. Fæt heldur longinu, mjög mikilvægt svæði að halda. Drjóli hins vegar að spila fyrir framann smókin sinn. Já, þetta er stránkheðalegt. Heyrði takkið. Finnur fyrsta, finnur ekki næsta Dom rífrakkar og þá var næstum að bara hirða smókin her instant. Tætir hins vegar að finna frakkið á sena hérna instant að finna... Já, instant, gamla góða klutsið, kempanir með þetta, Tommy. Sjálfsög, þetta eru gæðin sem við náttúrulega búumst við af instant. Hann hefur spilað endalaust af leikjum sem skipta töluvert meira máli en þessi leikur. Úrslitaleikir, undanúrslitaleikir, ég veit ekki hvað og hvað. Og þetta er bara enn eitt klutsið. Instant er með svona það bil 40 ára reynslu í síðast. Hann er, ég held að sé komið göngugrind. Hann er búin að spila ákaflega lengi og ákaflega lengi á hæðsta leveli. Já, það er svolítið. Ninja Dog aðeins að hóta B-inu. Það er að samloka hann. Full stressaður hann að. En gerir kannski ráð fyrir þessu manni í neðra og bakka bara úr B-labínu. Þetta er
Akkur ekki. En það var bara næsti, Gráðugur tætt. það er bara verið að farma en það er aldrei að búast við næsta mann í neðralobby í bak. Það bara getur ekki verið. Já, hinn eru bara að pússa longi. Skiptir ekkert rosalega miklu máli. Þetta var ekki gaman. Nei, en Dóm fann loksins Ninja Dog bomban á spóni. Ég veit ekki með það, en ég skil nákvæmlega hvað Snowy er að gera. Hann er bara með tekku, hann er bara að vera buggandi, hann er bara að eyða tíma fyrir Óli taka hann í 12. Sein aðeins að ég er Dóm hérna. Snowy, þetta fullið brakki hér, gerir það ekki. Staur blindur eftir vin hérna. Já, Lassi kemur út double doors, ATHT leitar að einhverju byssu. Þeir viljur hann ekki gefa honum neitt nei, sem bara sniðugt. Hann á kaup í næsta rándi. Þeir eru með góðan loss bónus. algjörlega. Á vappa. Hann vilja ekki gefa honum AK á einhverjum ástæðum. Ó nei, það er skilja bara mjög vel gert. Ravik 6-2 og þeir eru bara að koma mikið á óvart á mig henni í Dust 2. 1-2 rándin sem að Saga eru bara ná það er Klöts, 2-1 hjá Dom Og bæði svona, já, ólíkleg ránd. Gunn-rándin eru að fara til Ravik sem er mjög góð byrjun fyrir Ravik. já, kannski ekki að þau vorum að búast við, en við vitum nú hvernig Saga er. Þeir eru oft lengi í gang. Var þetta nógu mikið af lengi? Þetta var lengi, mjög lengi. Já, mikið lengi. Tökum eftir stöðunni hjá ATHT hérna. Þetta er vappi í neðra. Þeir ætla að labba 4 á bíið. Rótetið er komið á miðjuna akkurat núna. Plassið miðju, klíra hana, enginn þar og þá ætti Vissard að drífa sig yfir á bíð. Solo, einnuna í vörðinni, komið fyrsta. En grensan er góð og instant með Það sjálfstöði instant. Það var þetta 3-3 retake á bíð. Erfiðasta sæti til að retaka, en það ekki. Bomban hins vegar mjög lág eftir grensuna. Þeir eiga eitt smóki viðbót og drjóla. Geta mögulega að pikka upp annan smóki á sæti. Mögulega kannski. Kannski, rísmók í hurðina. Lobby. Þarna var drjóli, Dom og Sein með tætt og þá var ATHT bara að drífa sér. Einn eftir vappaði höndunum, ekkert kitt og er bara að fara að finna. Með hauskotið, vappin liggur og 7 ránd komin til Ravik. Þetta var eitthvað hægasta pík sem ég séð. Ever. Hann var að vanda sig svo mikið. Þetta var bara, hann var að krátsa inn í línuna shiftandi líka. Þetta er það sem við búum samt við, sko, já, þetta var bara svona, hann hefði getað moonwalkað inn í línuna og ATHT bara svona, já, gaur hann. Ja, haus. Þetta er áhugavert. 7-2 og, já, mögulega stefnir í upset sigur í Dustinni. Þetta er eitt af möppunum samt sem að ég hef alltaf sagt, ef þú ert pikkandi Dust 2, vinstri hægri, upset mapp. Underdog mapp, eins og þú segir. Já. Og Ninja Dog er að halda bílóbínu. Hann veit að það er allavega neitt. Það er Solo hins vegar búinn að finna drjóla. Já, það er fight hins vegar að eiga sér stað í bílóbínu akkurat núna. Milli ATHT og Ninja Dog. Og ATHT er að tapa. Já. Búinn að tapa. Búinn að tapa. Og það er viðsatt. Ef einhver finnur hauskoti hér. Ekki strax. Instant. Það er næsti maður komin í bílóbíð. Það eru 2 á törskóinu núna að halda bílóbíð. Ninja Dog. Loksins feldur en er hann að fara að búast við næsta manni. Hann er með bombu. Snowy. Hann er aldrei að fara að búast við honum hér. Ég trúi því ekki, eða hvað? Jú. Ég held í ljóslegadeildin okkar, allar bestu. Að við myndum ekki fá fæt á terraspún í Dust 2. Ójú! Ójú. Þegar Ravik er að spila, þeir spila alltaf hægt. En það hefur virkað og ef það virkar þá átt að gera það. Það er svo leið. Það er mikið til því. 8-2 og tactical timeout, maybe. Nei. Bara. Leifa þess að malla bara. Bros út að eyrum og sjá hvað gerist.
Mestalagi 8-4 hálfleikur fyrir Sögu og þeir eru þá komni með bakið rækilega upp við vegg. Já. Já, ég bara 8-4 hálfleikur það bara must finnst mér. Já, ég lega. En við höfum séð menn tapa svona lítið, það ekki það. Drúli með opnun hér á Vissart. Byrjar ekki vel. Nei, byrjar ákaflega illa. Tætt grípur eina greinu hann í miðinni, Adi að finna Ninjadog, droppa niður, ætla hann að kíkja aftur ef einhver kíkir hann og Snowy og Drjóli búin að finna sikkur hann Tætt og Dóm, núna 2 eftir á móti 4 menn, maður að koma í bak miðju, það er instant að sjálfstöðu! Að sjálfstöðu, þetta svo fallega spila, Jón. Þeir eru bara yfirspila Sögu sem er að ofelda hvert einasta tækifæri sem þeir fá. Já. Mæli með Sweet tæki. Bara súvíja þetta. Það ekki? Lágum hita, helst 8 klukkustundir. Já. Og þá er Sögu kjöti best. Já. Ekki? Já, þeir þurfa að spila tíma allavega. Já, það er svo veist. Það virðist vera helvítis kul í Sögu núna. Alkul, maybe. Gæti verið. Átti í nöðrulobby MP9. Sér núna í hausinu og segir reynir í frakkið, finnur það ekki góð grena hins vegar. Gæti fundið að núna gerir það. Snowy hins vegar rífrakkar leið. Sjáðu hvað búin að ríposta, Tommy. 2 í miðinni, 1 á sjórstunu, 1 inn á B. Snowy með klæn. Wow. Frakk og Dóm. Dóm sopnaði þannig á línunni. Ég hef lent í þessu. Það er í gær í DOS 2. Píkur. Snowy með Vissart. Bara playmaking. Hægri vinstri. Flassast inn fyrir sjórtið. Tætt. Spilar hann inn á B-inu og Snowy með 3. Nei, 4. fyrirgjöðu, leitar eistinu sínu. Já. Það er bara solo að finna og hann spila upp á A-inu. Já, þetta verður brekka fyrir solo að vinna eiginlega bara möstun þannig séð. Annars er þetta 10-2 hálfleikur í DOS 2 sem terr. Þetta verður 10-2 hálfleikur í DOS 2 því að Ninjadog í miðinni. Já, solo búin að vera statslega besti leikmaðurinn í Sögu og gæti gert sér líklega í að sigra þetta rán. Hefði getað farið í gegnum hann, en núna situr fyrir aftan 2 molla, ekkert kitt. Þetta er svo vel sett upp ekki að hafa Snowy að sjálfstöðu! Það er eisið fyrir Snowy instant. Það er inn kemur gamla kempan og er að toppfragga. Já, eðlilega. Og það er on to next. Saga að vera mölvaðir hérna í þráðbeinni útsendingu á sjónvarpi Símans. Wow. Pistol must. Það ekki? Jú. Ég held að vinnur ekkert pistol, þá ertu búin að tapa þessu leik. Já, ansi líklegt. Eða kraftaverk. Hvort kemur á undan? Það er spurning. En sem það er eitt maður að leita upp miðju, það er instant. Engan að finna þar. 2 útlongið hins vegar sem við vita ekki af. Þeir eru meira að feika þetta, þessi 2 á longinu. En það eru 3 fyrir utan BLB að bíða. Eru Ravík að gleypa þetta? Nei, ekki tilbúin að baka. Drjóli heyrir í þessum 2. Einn á sjórtinu, Drjóli kíkir þetta út á longi, það er engir það. Þeir eru 2 öskrar hann í mækinn. Væntanlega ekki. Fake. Drjóli búin að finna þá báða árið 3 eftir. Gera 2 eftir, Vissart og Dóm. Og alveg gjössamlega mölvaðir. Þetta verður flawless pistol round. Þeir sjá ekki til sólar í DOS 2. Ryk í augunum. Þetta er rosalegt. 11-2 round að finna fyrir Ravík til að henda í eitt uppsett í DOS 2. Ó já. Ég ætla að segja uppsett, sagði hann náttúrulega, mun ofar á skorbortinu heldur en Ravík. Rænt mér hvað ég hétt á þenni smástund. En útlong ætla saga hér. Þeim er ekki skemmt. Það er Glocks. Glock 2. Stand 3. Einhver lítið sem ekkert, en ná að það frakki loksins á Sein. Blastir flýgur og þarna eru 2 til Ninjadog. Klára rándið. Það er 12-2. Já, þetta er bara... Er þetta súpið sub, Tommy? Instant, inn. Súpið sub, dags. Er það ekki bara?
Sko, ég er bara búin að hita niður hjá með 13-2. Já, ég líka. Það ekki? Og ég eiginlega bara... Það er bara sofandi lið sögu inn á serverinum. Já. Einn maður komin í 2 tölu í frökkum og það er dó með 10. Slett 10. Það er ekkert að frétta hjá sögu. Nei, ekki neitt. Og sjáðu, það er Akrasunni neðra. Góður molli. Hér, drjóli, feldur og tætt. Það er nokkur. Það er einn á skjortinu. Snúð það. Endur nýjan. Nær einum og meira en hálfum. Instant eins og það er í neðra. Gerir mikið skada að finna 1 fragg en ekkert meira. Sein og Ninja Dog núna 2 eftir. Upp á shortinu. Það er Ninja Dog. Hann er 100% var að kíkja í þetta. Hann veit að það er 1 láran að minnstakosti finna á fraggi. Gerir það. Bombaleikur upp á shortinu. 2-2 núna. Upp á leikinn. Upp á leikinn, ATHT með 30 HP, þetta er ekki góð staða og þeir eru ekki hættir. Það er sjálfstraust í Ravík akkurat núna og þeir hópa sig í kringum bombuna. Hins vegar, það er einn að pússa aðeð hjá sögu og hinn er að koma í bakshjort. Góð staða en verður að ná killin á móti Ninja Dog. Verður. Já, við satt að labba henni bak. Ninja Dog farin að gera ráð fyrir þessu, hendur í flassi. Við satt close, finnum frakkið á Ninja Dog sem betur fyrir, Sein núna einn eftir in-game lítirinn held ég, hann er að labba longið. Þetta er svo gott play hjá honum. Komu í gennum bíð rétt á hann og ætti að vita að það er klýr nægur tími en Vissard, hann æfir upp á aðeð og ætlar að planta. Sein heyrir í þessu og læfist. Svo rólega. ATHT og City, hérna er Sein, finnur ekki frakkið, 12-3. 12-3 ef að kompakja á að byrja einhver tíman þá þarf það að byrja núna því að það er engin ránd til að leika sig með. Ó nei, við erum samt brosandi. Nei, ég veit ekki með þetta. Já, ég veit ekki alveg af hverju hann er brosandi þarna. En það er bara svo það er. Nei, ja, bara algjörlega. Ég væri ekki brosandi ennþá, það er á hreinu. Algjörlega ekki instant, ennþá fragghæðistur hjá Ravík. 17 fragg á honum, eiga góðan leik. Heldur betur. I'm not surprised. Ó nei. Snói undirhand að flassa það. Og það var hverfa frá þessari línu. Molli á bíl, smóku fyrir City og þeir ætla aðeins að sjá hvað er sjáinn á longinu og þá sjá þeir 2 leikmenn. Annar smókur flýgur þarna yfir. Solo í eldlínunni. En Snói fundinn. Það er 5-7. Fallinn instant eins og það er á fullta pening. $200 akkurat núna og nóg fyrir kaup í næsta en hann droppaði held í nokkuð byssum að það. 5-7. Já. Hann vilja sennilega bara gera smá efnahagsskaða akkurat núna. Það er sem ég væri að hugsa. Það hef ekki gert mikinn. Við erum búin að gera 9 HP skaða. En þeir eru að vinna 12-3 þannig að ég er ekki að fara að kvarta neitt ef ég væri Ravík sko. Nákvæmlega. Og 4 og það er hvergi nærri því eitthvað sem að kallast comeback alveg strax. Nei, nefnilega. Það er langt í land fyrir sögu. 1 round í einu hins vegar. Og það má ekki mistiða sig mikið. Það er bara málið. Sjáum hvað verður. Sko, nei, þeir aldrei fara að forsa hér. Bara ég eiginlega trúi ekki. Þeir hafa svo mikið rándum til að leika sem Ég veit með það. að þeir geta bara sparað þangur til að þeir eiga bara nógan pening. Sem þeir gera. Og já, geta með þess að gert það bara gríðalega erfitt fyrir þá að leggja á 5-7, smá jústil, skát, en drjúli allan að hittir. ATHT reynir að finna skátin hérna. Ninja Dog takkaði líka ATHT búin með klikku í vappanum sínum í gegnum þessa hurð. Samt búin að taka 2 sem er gott. Já, já. Og þarna fellur Ninja Dog sein fyrir framan þennan molla og Snói í neðra. Það var mér svona búast við að einhver gæti hafa komist þangað. Já. Og glæsir frakk hjá Sein. Þetta, en instant hittir ekki það skotið Solo finnur frakkið á longinu. Allir 4 leikmenn sögu að koma upp longið akkurat núna. AK í búðinu fyrir Snói. Getur gert gæðumurinn.
Hann mollaður út úr longlobby. Já, Það eitthvað. það bara svo það er. Það er í Kit, það er í Smoke. Og svo, ég myndi alveg út. Já, það var eitthvað stressaður hana. Ég sá hurðina maður. Ég myndi alveg út að halda bara þessum AK ef þú getur. Þessu, það er ekki viss að finna frakkið. Hlitvita sér hana með AK-in með þessu eina skoti og það getur haft smá áhrif. En hér lifa 4 leikar sögu og ATHT finnur frakkið sitt. Það sem þurfti allan að voru nokkur frögg. Já, algjörlega. Þurfti að koma fraggreikningunum og stækkan örlítið til að Saga í rauninni myndi fá einhverja trú á sér. Já, örlítið. 12-5 og ég veit að ég ætla ekki að tala um comeback strax. Nei, það þarf að vinna gunround og Já. það er eitt slíkt að fara að byrja hér. Er þetta niðurlok Sögu? endalok? Söguna? Sögu, allavega. Nei, ekki sögu. Best of 3, það er að góða við best. Já, ég veit að þetta bara, við þarfum að setja þetta þannig upp. Já. Já, ég á það til að vera dálítið dramatískur. Hvor er alltaf að segja það? Sko? Það er málið? Já, alveg. Það er nefnilega, já, ég tek undir það, ástæðanlega til. Það er bara svona. Mér sem segir TJ, út sem ekki dramadrottning. Jaha! Já. Ég ætla að nota þetta. Nei, víst ekki. Það er ekki dramadrottning, Tommy. Hættu þessu. Grensal. Hvað er að þessum handspring? Þessar eru mýgallar, það er bara svo leiðis. En, Það er svo að kasta bara brennibolta í fólk, sko. Gamli góði brennó, maður. Já. Miss that, sko. Það var svona ógeðslega vont að fá þetta í sig þegar þetta var á full power, sko. Það var á einhverju svona gummileðri, sko. Boing! Beint í fjesið, sko. Já, gott. Trúlega spottaður og takkaður. Hendi molla inn á shortið. Snúið mér fyrsta, þeir bakka beint úr þessu. Eru þið búin að splitta upp vörðinni samt nógu mikið? Það held ég ekki. ATHT hins vegar finnur CT-spónu og þá byrjar svona panikið örlítið. Það kemur smók hérna fyrir CT, en Snúi er að heyra í sig öllu. Og það eru 2 lágir að það fyrir utan! Finnur fyrsta og annan í gegnum hurðina! Þetta hlýtur að vera nóg! Og þá eru bara 2 Tæt og Dóm í bílobíinu. Dóm að lappa út. Finnur ekki frækki drjóli að loka þessu. 13-5 niður stöður og þetta Já. Saga mættu ekki einu sinni til leiks. Getur eitthvað sendið IP á það bara, takk. Nei, connectu ekki server, sko. Já. Hvað gekk á hér? Við höfum oft séð sögu lengi í gang. Já. Þetta er, ég veit það ekki. Og Vertigo næst sem við höfum séð 13-0. Það er nákvæmlega þannig og já, það er eitt af fáu liðin sem hafa tapað 13-0 í ljósleiðaradeildinni í Vertigo, létu busta sig í Dust 2. Hérna verður sögu comeback að byrja og það núna, ekki fara langt. Wait, is he switching lanes? Hvernig sem framtíðin verður, þá verður þú tilbúinn. Ljósleiðarinn gerir allt mögulegt mögulegt.
Velkomin aftur, við vorum að horfa á sögu alveg gjörsamlega niðurlægða í Dust 2 og eins og ég hef verið að tala svona ítrekkað í gegnum tíðina þá er þetta lið sem að er að pikka Dust 2 eru rosalega mikið í hættu að lenda í rauninni nákvæmlega í þessu. Það er að segja uppsetting gerast, þú einfallega nær enga veginn stjórn á leiknum og Dust 2 er bara þannig mapp. Já, algjörlega. Og þú veist, ég veit ekki, ég til verra mapp til að lenda í þessu heldur en Dust 2. Þú veist, að láta uppsetta sig í. Nei, og sérstaklega það er Vertigo í second. Vertigo í second og það er mapp. Vissulega, þú veist, þetta er annar lið heldur en eftir þetta Vertigo á móti Ármanni sem að þeir unnu síðan, seríuna þar að segja. Já. En þannig er komin dálítið pressa á því. Þú ert búin að vinna 5 ránd í mapp-pikkinu þínu og þetta reverse sweep, það getur verið töluvert erfitt þegar að þetta var ekki svona close, þetta var enga veginn close. Bara ekki nálægt í, sko. Þessi 2 ránd sem þið vinna í CT voru bæði ránd sem voru clutch og síðan force ránd þar sem þið rössuðu 3 svona B í röð með góðum deglukilum vissulega. En leið og defaultin hjá Ravik byrjuðu miklu sterkara liður en Sörurinn. Miklu. Þetta er bara spilatími og playtime saman. Já. Ég 100% þar. Já. Þetta er bara, ég veit ekki. Þetta er hörku uppsett, finnst mér, sko. Já. Og gefum okkur 2-0 Ravik á móti Sögu. Gefum okkur að það gerist. Já. Vá. Það væri rosalegt og ég meina Saga. Við erum að tala um að þetta lið spáðum held ég 5. sæti eða 4. sæti eitthvað svoleiðis. Kannski tjekkar því á meðan ég tek hérna innræðu. Já. En sko þetta er lið sem að hefur í gegnum tíðina verið ákaflega gott í þessum möppum. Svona möppum eins og Dust 2 og svona framvegis. Sko ég spáði Sögu 5. og þú þeim 4. Já. Ég spáði Ravik 9. og þú spáði Ravik 8. Já. Þannig að já, þetta er svona smá munur. Já. En ég meina, þú veist. Lokum samt bókina aðeins á Dust 2 og það var bara algjört, það var no-show hjá Sögu. Já. Fengum mapparna til að hita sig upp og vafalaust þá allavega að vita hvernig það var að spila Vertigo. Spurði hvort það hafa spilað eitthvað í nýja iterationinu eftir því að breytt sem að skiptir náttúrulega töluvert máli. Já. Hversu miklu máli skiptir að byrja þetta til dæmis í CT að TER því að þeir náttúrulega fá að velja söku þess að Ravik velja mappið. Sáum til dæmis að Ravik völdu TER í Dust 2, voru mjög sterkir þar. Já. Ég veit ekki hvernig Vertigo er þannig, sko. Ég er búinn að reyna að rembast við að spila eitthvað. En ég fæ bara ekkert fíl fyrir hvernig mappið er í dag, hvort að þetta,
Einhver sagði mér að Beerus væri bara meta í dag. Beerus. Já, bara sem terri, bara Beerus, endalust. Já. Veit eitt hvað til í því, mér finnst þetta að vera svona, ég veit ekki, ég geti séð, vissulega velja að saga alltaf City. Það bara getur eitt annað verið. Hvort það sé rétt eða ekki, það hins vegar stóra spurningi. Ég get alveg trúið að sterkur terrorleikur væri það sem að saga þarf til að koma sér aðeins í gang. Svo. Já, ef við velja City náttúrulega, þeir voru eiginlega bara hræðilegir í City í þessu, en við erum tilbúinir að fara inn í Vertigo og sjá hvort að saga geti komið þetta tilbaka og gert þetta af 1-1 leik eða hvort að sama verði upp á söguna. Sama á teningin, ekki? Ég veit ekki, ja. Teningin, já, sagan svona, þetta passa ég er ofta að reyna svona þrýsta einhverju svona saman. En það er bara rakleiðis fyrir að rössa hérna yfir á bíð, Smók kemur þetta niður, en það er treyt af killum. Solomei flassaði hann í gennum Smók, það er rosalegt. Vissard með 2 hraða og þetta er nákvæmlega leikmæður sem þeir þurfa að fara í gang. Vissard, Sein ennþá eftir hins vegar. 3 að finna, 2 núna. Tæt er lág. Þetta er 1,5 sem þarf að finna Tæt á 7 í líf. Sein með bomban á bækinu og hann á Smók, hann á Molla. Hann á hins vegar ekki, hann á armor. Hann er búinn að peka þetta allt upp. Ansi er hann fundvís, drengurinn. Mikið ertu fund. Nei. Mjög svo gott myndband. Þeir sem vita. Já. Þeir sem vita. En besta tippið þeirra hérna væri að stikka saman. Þeir verða að stikka saman. Já. Þeir eru að gamla á það. Sein er... Það verið algjör martröð ef að Tæt er að fara að falla hérna. Spottar hann. Gerir þú ekki til, Tæt finnur fraggið 1-0 saga. Gera þetta spennandi svona undir lokin. Já, gera þetta spennandi undir lokin og ég meina Sein gerir vel. Algjörlega. 3K á hann í fyrsta rándi. En sko, búið að útiloka 13-0 á sögu allavega. Já, sem að eru framför við og sjá sögu í Vertigo eftir það held ég. Nei, ég held ekki. Lokuðu fyrir Inferno-boltan allavega. Já. Hefðu viljað sjá að pikka eitthvað annað. Já. Uncent. Já, mögulega. Það var second round bannið hjá Ravik held ég. Ég meina það er bara fair play. Ég er alveg til í að sjá Núk sem þörd skildu saga sigra þetta. Það var rosalega mikið S-um. Skildu saga sigra. Ég er rosalega mikið að vinna með þetta samt. Að para saman orð sem byrja á sama staf. Já, pældi muninum á okkur. Þú ert byrjað að raða þig saman. Ég segi bara það fyrsta sem kemur í hugan. Það er... Já. Ég næ ekki að plana hvað ég er að segja. Sko. Það er bara... Kefur bara eitthvað rulla upp á mér. Sko. En hérna er seint að finna ekki annan solo. Takkar niður í honum. Instant hins vegar að finna Vissard. Instant og degla. Þetta er fyrsta skipti sem við sjáum þetta. Ó nei. Ég sá þetta 1,6. Alveg gjössamlega fór hamföru með þetta vopn þar. Ó já. En hann ætlar að læðast hérna upp. Nú í einni með deglu, 3 deglur á leikmönnum Ravik. 3 Æ, þetta má ekki. Þetta á bolli. Þetta... Tæt alveg, hvað gerust? Já, þessi molli átti sig að fara yfir í Dust 2. Bara aðeins og seint. Það fór í glugga þóttamannina. Galið sko. Tætum þess að finna einn hér, búin að spotta annan, gerir þá ráð fyrir að sá þriðji sé. Heldur það bara sjortinu og fær rótið yfir. Tæt með second contentinn á rótiðinu hjá Solo. Fallega spilað hjá Sögu. Allt var mollin. Mollin var ræfilegur. Þetta var, ég er ánægður með. Hefði mollin lent í rappinum þá hefði hann actually verið hann hefði verið góður. Ykkur hjúsfinn og Tæti bara hrista hausinn yfir þessu. Hann bara skilur ekkert í þessu. Nei. Það er þessi kasthendi á kallinum. Já. Hann er búinn að vera að kíkja í gimmið. Já, örlítið. Það ekki. Lítur að vera mynd grensa en það kemur ekki að sög. Það er bara röss að rakliðis upp A-rampin. Já, smá til 1. Búið smókun og sæt. Það gæti mögulega næst Ravik í plan. En sjá hvað gerist. Solo hoppar upp og nær 5-4. Glæsilegt sprey hjá Solo.
leitar að eisinu. Já, akkur ekki, go for it kid. Fær það ekki, fær 4 frögg, verður að duga, Viðsalt lokar þessu, virkilega snirtið að lænað upp hana hjá Ravik hins vegar. Já, heldur hafi ekki verið armor, en samt sem áður, mjög fallegt. Já, alveg sammála því. Alveg sammála því, en fyrsta gunrán núna ágætiskaup, nóg í útil, allt í útil. Allt í útil í bóðinu hjá Ravik og Sein að byrja ágætlega, 4 frögg á honum, 2 leikmenn eftir að finna frögg, en svo sem kemur ekki slögg alveg strax. Þannig átti komin á vappan sinn. allt eins og áður. Útil hjá Ravik og ADHD á vappan. ADHD lár samt núna. Svo sem er besta vopnið til að eiga við þann vanda. Til að Þú veist að rótið í miðjuna hérna. Komin í miðjuna. Já. En ef hann tekur þetta dýpult engul þá er rosalega títt verið að færa það. Algjörlega. Snúi hins vegar fallinn. Já, Ninja Dog var leitaðan við, fann ekkert til að jafna þetta liðum. Spurning hvort að sé eitthvað meira til að finna annar staðar. Molly í Nico og lítið að finna þar. Dóm kominn á crossviðin hérna, oft kallað Einn maður framar á bénu, ég man ekkert hvað þetta er kallað. Þetta er kallað Stúi. Stúi, já. Já, Ég var að leita nafninu. Það var Stúi 2K. Ok, vinstri smókur, fáið hægri smók líka. Nei, Róli fær hins vegar skotið bringuna. Vá, hvað ADHD er að liðast í sundur. Mjög lár. Eiga flush sem grensan. Hún nær ADHD niður. 2 á móti 2. Shane og Ninja Dog á móti Solo. Tæti lár eftir þess að byrjun. Shane sækir í. Finnur bæði fröggin in-game lítirinn í liði Ravik, Tommy. Ég er nokkuð sem að þessi sein. Ég er nokkuð sem það. Hann hefur aldurinn allavega. Já. Er hann ekki elsti leik? Jú, hann er fættur bara 1963 held ég, sko. Hann er bara, hann var með varg í bekk. Já. Nei, ég veit ekki, hann er allavega komin yfir 30. Þú er að fakta það. En Jó, instant erum jafngamlir til dæmis. já, Ég held að Shane sé eldri en mig. En ég er ekki nógu viss. nei, ekki. Ég held að hann hafi sagt að hann væri elstur í deildinni. Það geti vel verið. Mjög vel verið. Ninja Dog vappi. Breytt Rjóli finnur fraktins á þær og jafna metin, Vissar með 1. Hann ætlar bara að halda áfram í þessum hætti. Snói. Nei, Vissat fyrir ekki finnur Snói. Sein óöfinn að finna ekki rífrakkið þannig að hann var með nokkuð réttlæðinu. Shane, hann er að eiga góðan leik eins og ég sagði. 3K í senasta rondi sýndist mér. Algjörlega. Allavega 2K í þessu afturplanti. Rjóli komið gott pláss á það. Já. Þetta var glæsilegt skot hjá Solo. Bara með degli í höndunum, armor rándýrt að hann finnir skot hérna, finnir frakk úr því líka. Og grensa, bara alls ekki góð grensa samt. Hvar er skaðinn af þessum handsprengjum? Þær eru gallaðir í dag. Það er oft svoleiðis. ADHD með Shane, þeir vita að instant var þarna. Þeir vita að instant var einhver staðar þarna. Gæti ekki að vita á þetta timing. Nei, ok, gera það ekki. Það er út skotlega að ADHD með einhverju weird movement að Vissat hins vegar finnur frakkið loksins 4-1 fyrir sögu. 4 rándum meira en við höfum séð á sigra í þessu mappi. Já, það er betra. Það er betra. Þeir eru allan að byrja með. Þeir eru að spila allan ágætlega af hvorum öðrum og það gæti hafa verið Já, bara byrjunaröðuleikar hérna í Dust 2. Mögulega. Þetta leit svo illa út. Þetta var Já, þetta er ég meina, það verður gaman að sjá hversu mörg ránd Saga ná hérna í City. Því að ég held að þetta verður strempinn terrorleikur. Já, sögur. Þessi smókur mjög vinsæll. Hann smókaði hann út skaffaldinn. Solo með opnun. Solo með 2. Já, vel gert hjá Solo. Já, þannig að hann er að þótti aftur. Það verður Tætt er bara gjössamlega, hann vill ekki taka þátt í þessu. Nei.
gera það hins vegar núna í bak fyrir síðustu 2. Skiptir í M4-in, stelur honum af Solo. Já, eðlilega. En 5-1 og nú ættum við að fá kaupið. Það er spurning hvað Ravík ætla að bjóða ykkur upp á að hjóra núna. Það er góð spurning. Engin vappi, Snowy sættir sig við Tech-9. Veistu, ef ég væri orðin lítið fluga, nei, ég segi svona, ef ég væri Ninja Dog, þá myndi ég rétta Snowy en AK og bara blessa þér. Takt hann bara. Já, það hegi. Takt hann bara við. Það er svo leiðis. Og grensa þarna og Molly parað með Molla. Snowy 30 HP á honum, Shane komin í 42. En aftur, annar góðu Molly hendir einhverjum smókana fyrir sæt. Ætti að vita þá allan að 2 eru staðsettirinn á B-sætinu sem að já, mér finnst miklu auðveldar að sæt að halda, en Shane gerir það mun erfiðara núna með opnun á Wizard. Ó, já, spurning. Það er hér. Manni undir Dóm eða sporsaður út. Leita líka. Sá þarna í Stórutann og Snowy sem er ennþá að leita, en Drjóli búinn að bæti í og Dóm getur verið í vesinni. Drjóli bara að finna annan 2 allt í hennu eftir ATHT og Dóm, báðir. Já, vita báðum á A-sætinu. ATHT er gjössanlega spretta þarna yfir, en Drjóli er komin í góða stöðu núna. Gæti fundið fram. Hittir ekki skotinu. Verður að hitta þessu skoti, 3 komnir. Drjóli er að fara, hann er náttúrulega ekki að fara inn í hringið. Drjóli með risastórt 3K í þessu rándi. Risaránd hjá honum. Vel gert. Tide og Dom eiga pening, Wizard, ATHT og Solo. Sko, það er erfitt að kaupa í þessu rándi, en þeir eiga svo mikinn pening. En þið verða að gera það til að vinna þetta tilbaka. Skildu þið vinna þetta ránd saga, þá setja þér Ravík í algjört vesen, en það er ekki sénsinn á því. Skynsamir, Wizard finnur Shane alveg í byrjun. Ekki draumast það. Væntalega í B-rampinum hefur örugglega pússað í stigan og fengið frakt þar. Þykkilega. En hérna getur default upp æð, bara default smókar, mollar, bara náð Já, fríu rándi hér. algjörlega. Það var jútilegi gott. Staur blindur hana. Solo þarf að hitta einhverjum sko. Ninja Dog með 2, þá ætti þetta rándi í raun og vera búið. Þeir eru ekki búin að missa HP restina af leikmönnunum. Dom kominn í rotatið, þarf að hitta hérna glæsilegum skotum. Það var sving út, hittir ekki þessu skotu. Það var bara 1 maður eftir. Wizard stór hættulega með deglur. Búinn að finna 1, 3 eftir til að finna. Gæti bætti í, gerir það ekki hins vegar. Það er langan tíma með þarna, en hittir ekki skotunum undir lok. 5-3, Ravík að koma tilbaka, en Solo aftur degla. Væri til í að sjá hann á MP9 bara. Já, algjörlega. Sammála því. Þeir eru sjálfsögðu búin að ná í ágætis frögga á þessari deglu. Situr á 12 fröggum, að sjálfsögðu með þetta 3K og 4K á bakinu. En haldandi rampinum, þá er þetta örlítið erfiðar að gera með MP9 að sjálfsögðu. Já. Solo tækir í miðuna, instant með auðvelt fragg á Solo. ATHT nýtir vatnmann, þeir eru komnir inn á B. Þetta verður Wizard að gera eitthvað með þessum M4. Hann er fastur fyrir aftan Ravalinn. Hann er bara að henda smók fyrir Ravík í rauninni með þessu. Tímar á laus. Hann vil bara koma sér í burtu. Reynir að nýta þennan smóku á einhvern hátt, gera það eins og það er ekki. Bombar upp niður. Orður F-plan. Mólið mann vilt sagði Ninja Dog. Það fengið að vera ekki tekinn gegnum. Þetta flass fór bara beint tilbaka. Þetta hefur lent á bara einhverju pixelar. Það er hátið að hlaða vatn á meðan. Já, Snowy. Það er tætt að finna 2 tilbaka og allt í Snowy spilar þetta svo vel. Það er að spila bara smókin. Crossfire. Tide getur ekki búist við hann hann. Getur ekki verið. Einn og næst. Nei, Tide til þess að lifir þetta af. Hefði geta bara stokkið á bombuna en instant er einn eftir á mótorum og finnur frakkið 5-4. Ravík að koma sér aðeins inn í þennan leik aftur. Já, tvímanalaust. 10. rándið að hefjast núna og peningurinn, hann verður ekkert betri og betri fyrir sögu. Nei. Lossbónusinn einungis kom með 3 loss í röð. Það gerir hvað? $3.000?
Algjörlega. Já, 2-9. Svo þú veit reiknivél ná okkur 2. Já. Það þýðir ekki að horfa á mig og biðja mig fyrir reikning. Sko. Já, ég hef ekki svona horfa á því, sko. Ég hef alveg ekki bara hort inn í Tómið. útlendingaherbyggi, sko. Já. Takk fyrir það, vinur minn. Takk fyrir það. Þú ert meira svona tilfinningaspilari. Já. Jú, það er eitthvað til í því. Það tjekkar hvort það sé að bústa, en hann er að sleppa lífandi frá þessu en vita 100% af honum. Molli kemur þá í Tarek. Dróli með solo, Grensa með Molli. Inn í heaven, með Dom, snúið með Tide og þá eru þeir Það er svona eins og, búið. það er svona eins og að vélinn hafi hrokkið í gangi hjá Raf. Já. Nefnvirska vélinn, er það eitthvað? Já, það er ekki bara. Vélinn og víkin. Hei. Já. Segðu það þá. Það er örugglega, það virkar örugglega einhverju. Já. Júan, sko. 5-5 og Rafik búinn að jafna. Saga litu mjög vel út hérna í byrjun. Já. Síðan byrjuðu, sko, ég geti ekki útskipta öðruvísi en þeir byrjuðu bara að gera nákvæmlega það sama og gerði Dust 2. Já. Bara stikkuðu saman, rífrögguðu og vinna rondið þannig. Já, það er ekki verið að flókið. Þetta á ekkert að vera flókið. Nei. Getur svo sannlega ofta orðið mjög flókið. Instant með Dom Vissar með rífröggið en þeir eru að æða upp. Ruspa á Vissar til að reyna að bjarga einhverju og 3-4 akkurat núna solo. Það þarf að gera eitthvað glæsilegt. Gæti nýtt þennan smók sem hann og ætlar að gera. Nær engum Snowy með glæsilfrakk hérna á Dróli með ADHD þá er Tide 1 eftir á móti 3. Nær einum þarf hins vegar að reloada og þeir eru ekki lífa sinni með bombuna. Stikka þetta saman, þeir eru bara í sömu línu að sjálfsögðu. Þeir eru bara að spila svo mikið saman þessi gaurar en hérna! Tide! Þetta þurftu þeir svo mikið! Einstaklingsframtökin á móti bónufætt liði. Vel gert hjá Tide. Það, þú veist, einhvern veginn kemur ekki á óvart að Tide klára einhvern veginn svona rátt. Mér finnst það ekkert komið á óvart. Þetta er svona gaur sem getur allt í þér bara, ég ætla að vinna þetta rátt. En 6-5 spurning hvort að Ravi geti mögulega náð síðasta rándurum. Það er risastórt. Grensa feilar þarna í miðunni. Fullt af spammi í gegnum hennan djúpa smók þessi Grensa. Já! Rétt rúmlega, loksins spáið. Fellur. Ekki góð byrjun fyrir sögu. Ó nei. Júkistan er samt ágætt. Vissar hörfar upp í miðuna. Þetta er rosalega riski hjá Tide. Heldur betur og hann borgar fyrir það með lífinu. Það er dramatík með, vá. Hver er rökin á bakvið þetta? Já, það er það. Mögulega reyna að ná einhverju tilbaka en solo komið vappan og krana. Ekkert að sjá. Hér í bakkinu. Já, umban hjá Dom. Já. Hérna 2-2 núna, Drjóli og Sein á móti, Solo og Dom. Hér Solo gjörsamlega, ég sá hann ekki í hann þarna. Nei, gerir ekki. Drjóli með rífraggið, þetta eru fundamentals, þetta er rífraggið. Já, en þau voru búin að stilla sig þvílíkt vel upp í að Saga myndi vinna aftur annað eins og hann deita móti 2. 6-6, þetta er allt í játnum. Saga hefur öllu að tapa hér. Það er nefnilega málið. Eru 7 rándum frá því að tapa 2-0 á móti Ravík sem að sennilega ekki margir voru að gera það fyrir. Nei, það verður bara að segjast. En spurning, hvað geti gert hér til að bjarga þessu Saga? Pistol nokkuð mikilvægt. Já, það verður að segjast. Aðeins mikið aðra fyrir sögu. Þeir í mjögunni. Hann bara missir að tímastæðinga. Þeir kunni ekki tímastæðinga þeir. Nei. Hér er instant framalega á sjórtinu og hann er felldur á Solo. Glokkin er glæsilegur í nákvæmlega þessu.
Snowy vakkar hann bara í gegn, en Shane, hann búinn að vera á eldi í þessum leik. Já, hann vertigo player! DK á Shane! Skilur Dom einan eftir með P250, Shane insane í vertigo. Já. Insane. Þetta er samt sturlað, þú veist. Þetta er gaurið sem við horfum ekki á upp á að vinna þessi roundtómi. Við erum ekki að horfa á Shane, bara að þetta er frakkirinn. Já, við vorum að tala það fyrir leikin, ég var að tala það fyrir leikin. Þetta er statslægsti leikmaðurinn í deildinni og hann með 14 frögg á móti Sögu í Vertigo. Já. Oft talað sem eitthvað aim-up og ég veit ekki hvað. Hann að jarða Sögu. Hann ég að tengja það aðeins. Já. Hinum meginn tætt á 14 fröggum. Solo, það rétt á eftir með 13, Visat með 11, ADHD með 6 og Dó með 3. Nákvæmlega toppfrakkar sem að fá rifflana til sín. Algjörlega. Það er AK og Gal í höndunum á þeim tveim sem að vera að syngja hér. Glæsileg grensa samt til að byrja til að jarðtryggja ADHD aftur. Hérna þurfa þær að ná tökum á þessum leik og það strax. Það er komin tíma á það. Það er komin tíma á það. Hér Snowy að finna Visat. Þetta er allt og vel þetta rátt. Alls ekki, þeir eiga 1 smoke og 1 flash. Það er ekki annað jútið á þeim. Ninja Dog og félagar geta bara læst niður þessum A-rampi hérna. Solo að koma fyrir fram og þarna glæsilegt engul, auðvelt frakk fyrir Ninja Dog. Það er ekki hægt að plata þá. Nei, Engul's learning. Það er nákvæmlega svoleiðis að við að stilla sér upp í 8. rándið. 3 eftir Sögumegin til að reyna að bjarga þessi einhvern veginn. Hendir hann að hægri smók fyrir bíð. Þetta gamli smókurinn sem hún sérð yfir. Wow! Shane gjörsamlega á eldur. Þeir meira þess að kasta gamla smókurinn sem hún sérð yfir þegar þú ert í hefð. Já, þetta bara, já. Ekki búin að eyða miklu púðri í Vertigo. Nei. Ekki döstu heldur. Nei. Þú vissir að þetta var að koma. Ég var að búast við þessu, en ég held að það myndir ekki segja þetta. En 8-6. Þetta er stór hættilegt ránd sem Sögu núna. Tekkur, Deglur og P250 á ADHD. Hvernig við protokollun? Smókurinn kemur þarna niður, defense-smókurinn. Þeir æða þarna upp. Hústið er uppi, þeir komast upp rampinn. Annar komin upp, það nær 5 rándar. Snowy með 3, Ninja Dog með annan og Drjóli með síðasta 9-6. Staðfest fyrir Ravík. 9-6, Ravík og Ravík eru að sigla með þennan leik. 3 ránd, Tómas. Þeir eru búin að gulltryggja sér óvitæm. Fyrstu 2 stíin í deildin líka. Já, það er styrkur. Á móti Sögu er saga til næsta bæjar, ekki í pönnintend. En sko, pældu í því hvað það myndi setja Ravík vel upp fyrir restuna tímabilið. Þá er eiginlega búin að gulltryggja sig að halda sér uppi, skildu verið að finna eitthvað af þessu bottlið. Leikum móti Venus, leikum móti IA. Já. Þetta er mögulega leikurinn til að gulltryggja pláss í deildinni. Þannig að komið opnun Jón, þetta lítur vel út, það er þannig góð. Skjulega... Er hann ekki með bombuna? Hann er með... Nei. Það veldur þarna ADHD setjum með bombuna á bækjum í miðunni. Náðu pikk í miðunni, fóru heldur hratt í þetta. Shane heyri í þessu öllu. Það er protokollanir. Bakka. Ströymar á æð. Vonaði besta. En... Þeir eru að fara á... Drjóli, ætlaði að hann... Confidence. Vita þessu. Gríðalega gott engul. Þeir viti ekki að þessu, Tómi. Þeir viti ekkert að þessu. Hann finnur samt ekki frakki tætt gjörsamlega með hann í siktinu þarna. Ninja Dog mikinn, skaginn, smókinn, 2 Shane og Ninja Dog 2 á móti 4 hinum meginn, 2 low hins vegar. Á meðan Shane er á lífi þá trúi ég. Það er svoleiðis. Forsað ADHD aðeins í burtu þarna. Vita af einum í drullu, vita ekki af Shane í bak. Nei. Peningurinn er nógu góður til að allavega komitta einum leikmann inn í þetta. Já, ekki tilbúin að kíkja meiri þetta. Skilða vel. Næ, Shane finnur 1 frakk allavega og ég efast að þið finnur meira. Þessi hátíð lokar þessu en samt sem áður, það er nægur peningur á þeim. Drjóli getur droppað, það er annað kaup og
gæti með þess að verið það þriðja eftir það. Það er mögulega. 9-7, sagði aðeins að koma tilbaka. Ég sá að ég hátti brosandi þannig að hlæja eitthvað. Það var nú skjálbrósandi þegar það var að tapa í Dust 2 líka, ég trúi því. Já, er þetta ekki fake it till you make it brosið það? Jú, er það ekki bara þetta nauðsynlegt núna, en Saga þannig komin í ágætisfæri hérna til að koma tilbaka í þessu leik. Þessar grensur í miðuna eru dínamít ef þú labbar inn í termiðuna. Já, það er svolítið mikið svoleiðis. Þetta er... Það bakka á þessu, smókar fyrir miðuna. Það er bara smókar á móti. Gekkur fæti, hvar er rífrakkið? Instant. Nær þessu, þannig að galdra mögulega 10. Nei, ATH eins og rífrakkaður af Snowy leið. Spurning hvað ég geta gert núna, 3-4 hinum megin. Grúpa væntanlega saman. Sein Lappabarinn aftur þarna, þetta er frítt pikk fyrir Sögu. B-leikmærin er þá fallinn og þurfa að justa, eru búin að hverfa frá A-inu og núna hverfa þeir voru 3 á tímabili í miðjunni og splittaður upp, 1 á A, 1 í mid, 1 á B, Olli í headshot. Það er svo djúpur fyrir sít. Snowy er ennþá að fela sig þarna, það er ekki ráð fyrir því, það held ég ekki. Kíkir hérna, fær line-upið á 2, gerir sér nær einum. Gerir mikinn skaða á Dom, ég var bara búinn að missa hann í spól þannig og svo mikil skaði var það. 30 sekúndur eftir á klukkunni, Mollin vita af báðum leikmönnunum, smókur eins og að kemur þetta niður og fallegt fragg frá Solo, endur að krossa. Og þarna er Drjóli að gera nákvæmlega það sem hann þurfti. Það eru 2K til að loka 10. rándinu fyrir Ravík. Það er rosalegt, 10-7 setur Sögu í, sennilega bara, þeir ætla að forsa í þetta, það er svo sem það er mikilvægast að reyna að vinna þetta tilbaka núna eða út Saga. Þetta er duga eða drepast fyrir Sögu í þessu rándi. Skildu við tapa þessu rándi þá eru Ravík bara komnir í 12. Þeir eru komnir þá í 12, já, ég er alveg sannfærður um það. En þarna eru bara mistök á Sögu að þeir eru ekki með rífrakkinu på 10,5. Já, sturlun. Það er að taka á móti nokkuð aggressív hérna upp rampinn, tætt fremstjóðan AK og Solo inn á sjórtunni, hittir ekki einu skoti af 30, þannig gennum stuttan kjángum. Drjóli feldur. Myndir þetta líka. Það er 3K á Snowy að sjálfsögðu stjarnan sem að skín. Það stjörnur að lína upp hérna fyrir Ravík. Nei, gera þess að ekki. Stjörnur að hætta bara við. Snowy feldur, smókur hana fyrir Drullu og fyrir Sæd. Við sátt búin að finna instant. Sein, núna 1 eftir. Ætti að vita þetta er möguleikinn Sein að sjálfsögðu nær fyrsta hverfur inn í smókin eins og Houdini. Og Vissard veit ekki hvert hann fór. Pússa hann sjortið að bakka hann inn í Drullu aftur. En er Sein að búast hjá hann hér, hann er svo sem hinum einu vegg. Hann verður að pússa í gegnum Drullu til að komast í baki og Sein, það er ekki að þetta fara að leika út vinstri þarna. Nei, hann er í mjög safe stöðu og hann getur ekki reikna með því að Vissard sé að fara allan hringinn. Það er bara ekki séns á því. Það er ekki fræðilegur. Spilar þetta mjög safe. 30 sekúndur núna á klukkunni. Ekki komið bombið en þá er búinn að peka hann upp núna. Smóka þá fyrir Drullu og Sein fer á stað. Gerir ég ráð fyrir. Plantar hann í smóknum. Hefur ekki hugmynd hvert hann fór og hann sá það Sein að sjálfsögðu. Þetta var auðvelt skot og Vissard fallinn 11. rándið. Ravík. Það er bomba. Hann er svolítið að leita bombunni. Það er bomba. Ekki hoppa fram af. Ekki missa hann ból. Róa niður. Ból, hann hefði getað beðið þarna í 25 sekundur. Samt defjúsa bombuna. 11-7 Ravík. Þeir eru í dauðafæri að leggja Sögu hérna velli. Þetta er rosalegt, en Planti gerir Sögu það kleift að geta keypt hér. Fá allavega AK og eitthvað smá jútil með því. En Tómi, það lítur ekki vel út Sögu megin. Það lítur hræðilega út hérna Sögu megin. Já, en kaupir líka svo sem Ravík megin ekkert alltof gott. Spurning hvort að Ravík vilja að taka sensun og kannski kasta einhverjum í aggressive play eða eitthvað þvíumlíkt. Já. MP9 niður björnafling kannski. Mögulega. Poppin upp rampinn, 2 í vörninni.
Varnarsmókur komið niður á shortið. Molli á shortið líka. Já, og sjá Eldhúsvaskurinn hérna. Sjá hátíð á sögu, þeir eru allir nánast undir 50. Spila 2 á shortinu, 1 inn í tröllunni, instant með fyrsta MT9 og þetta er byrjunin á endalokunum, þeir eiga ekki sjens! Þeir eru gjörsamlega búið að bakka sögu upp í vegg, upp að edgeinu á A-side og eru tilbúin að íta þeim niður. Henda sögu, já, þeir þurfa að vinna allavega 5 round akkurat núna í röð til að eiga sjens í þetta. Það er risastórt, Tommy. Ekki búin að vera nálagt hérna á 5 roundum í röð í hvorugum möppunum. Nei. ATHD komin á P90. Grensan góð. Byrja vel. Instant. Orðin komin í Nintendo 64. Algjörlega. Saga. Askotans vesen hérna. ADHD P90. Já, ég meina af hverju ekki? Hún kostar bara 2300. Já, maður kann. Svo láta hann að byrja þetta vel, en leið rífrækki. Hversu oft hef ég sagt þetta, Jón? Cirka bát öll rondin í þessum leik. Úr 6-6 háleik eru Saga búin að vinna 1 rond sem er sturlun. Verður að segjast, og sum rándin litu ákaflega vel út, en það vantaði bara að loka rándinum instant, komið pláss. Þetta er svo slæmt, þeir eru búin að reyna þetta í mörgum rándum. Það er komin lengst inn á gula og er feldur í það snói. Þetta er upp að endinu, Tommy. Þetta er nákvæmlega þannig. 3 sem ætla að labba hérna upp stigana. Það er leikmaður kominn í bakið á þeim. Sá þarna einn leikmann, henda bombunum niður. Drúli, finnir ekki frakkinn, takkar hann vel niður. Instant með vissa, þeir vita einum í bak. Instant bara felur sig, hann tek bara sinn tíma í þetta. Þannig að 2 í stiganum. Og P90 loksins að borga sig 2-2 retakið. Ninja Dog og Drjóli verða að finna þetta hér til að loka leiknum. Ninja Dog, hann tekur fyrsta og þá er bara Dom eftir. Finnur fyrsta, hann er að stikka allan tíman. Þetta er fyrir aftan kassan og þetta gerist ekki dramatískara. 13-7, Ravík gjörsamlega jarðsetja sögu. Ís, það er rosalegt, Tommy. Þetta var einhver að búast við þessu. 2-0, Ravík gegn sögu. Ég var ekki búast við þessu allavega. Þetta er sturlun. Þetta er uppsett deildarinnar. Hinga til, já. Tvímaralaust. En já, við erum með mann í viðtali. Heldur betur. Eitt sem að, eitt þéttur, eitt tætt. Já, eitt mjög tætt. Velkomin tætt. Já, blessa. Herri, þetta fór ekki eins og þið vildu. Nei. Alls ekki. Hvað er það sem er búið að vanta hjá ykkur? Er það spilnatími eða hvað? Lengi í gangi í dag eða? Bara lengi í gangi. Aðalega í döst, skilur. Já. Men við erum ekkert mjög undirbúin í Vertigo, en við komum okkur að smá ról. Ekki að gera neitt almennilegt í terrallega eftir Kristján. Akkurat. Hvernig... Döst var bara smá þrótt, sko. Það er náttúrulega líka þrótt að við erum ekki með svona contingency viðtal, sko. Það er þetta komið viðtal ef að tapa, sko. Já, vissulega. Það er leiðilegt, en takk fyrir að koma þá. Nei, ég bara væla. Já, bara væla, það er allt í góðu. Voruð það target banna Inferno á móti þeim? Já, bara við viljum ekkert spila Inferno. Þannig að við bara bönnum það. Skoðum bara history okkar, það bönnum það bara mjög oft fyrsta marki. Já, ég skilja bara mjög vel. Já. Staðan í deildin akkurat núna fyrir komnum með nokkar sigra, það eru komið 6 stig komin. Hvernig líður ykkur svona eftir þennan leik svona farandi fram, því ég er náttúrulega erfið að leiki eftir á móti toppliðum? Akkurat. Þannig að það er dottið út. Það lítur allt út fyrir það. Já. Göngum út frá því. Já. Það var eins og gaman að heyra þetta. Það er alltaf gaman að heyra þetta. Já, og ég er búinn að lína upp viðtölum núna. Já. Á fullt af leikmönnum. Já.
Ég ætla að hætta. Já. Alltaf sá sem ég vel, hann tapar leiknum. Já, þetta var óöfni. Ég reyndar sko, það mér að kenna í dag. Ég segi ef við ekki taka viðtal við Sigurvera, Tófi minn. Jú, þú tætt. Ég baði að finna einhvern hjá Ravík, einhvern svona og... Já. Ég bara, þetta mér að kenna. En þú veist, nóg það. Þessi leikur hins vegar. Stórskemmtilegur. Og Ravík líka að sína bara í, þú veist, hvað þeim í alvöru býr. Þú veist, hvað með nóg af því að vera að tapa og svo, þú veist, bara tilbúin að sína bara að þeir ætla að halda sér uppi. Já. Og þetta er svona svolítið, við erum komin út í það núna í deildinni að veist, þessi bottlið verða bara að sína allt þeir eiga til að halda sér uppi. Einmitt, og það er, þú veist, Ravík sýndi þar að með þessum leik allavega, 2-0 á sögu, gerðu eitthvað sem að Kano gátu til dæmis ekki gert í seinustu umferð, sem að eru bjartir punktar fyrir næstu umferð sem er 7. umferð og talaðu það, spurning hvort að við fáum kannski umferð næstu viku upp á skjáinn, sjáum hvernig Ravík er að fara að spila við, því að það geti verið spennandi matchup. Já, mögulega kannski. Já, við sjáum þarna, það er Ravík mótið Þór, það er gæti verið skellur, en Ravík spiluðu par excellence Counter-Strike hérna og lögðu sögu af velli. Dusty Ármann hins vegar á þriðjudaginn. Og það er leikur sem við ætlum að horfa á. Já, það er leikur sem við ætlum að horfa á. Og núna byrjum við viljandi dálítið að fylgjast með þessari toppbaráttu og liðinu sem við erum að spá svona í topp 5-6. IA á móti IFH eru þá off-stream. Nei, það er búið að reschedula nema þetta sé mistökurna 10. október. Hann er 10. Þannig að það er 1 leikur sem á sér stað 8. október og síðan hinir 4 sem eiga sér stað 10. Kano Venus, það geti verið ágætuleikur. Já, heldur betur. Ágætuleikur. Saga Vega, það er líka leikur sem mér langar að horfa á. Og síðan Ravík á móti Þór. Og mig grunar að við séum að horfa á Saga Vega. Yes. Ákveðum það í frakkinu. Já, það er svolítið mikið svoleiðis. Lifandi, alveg live. Já, heldur betur. Þetta, ég uppsett deildarinnar komið so far. Ég held að það muni koma fleiri. Heldur það? Já. Það getur verið. Ég er eiginlega bara samfara það, en það er spurning hvort að við munum horfa á þann leik eða ekki. Eins og ég segi, við munum horfa á mikið af svona toppbaráttu liðum. Algjörlega. Já, það verður gaman að sjá. Alltaf gaman að sjá uppsett. Spurning hvort að við eigum stöðutöfluna og uppfæra stöðutöflu, þar að segja. Hér kemur hún. Og hér sjáum við Ravík á eftir að fá 2 stig en allt í góðu. Þeir ætla að fara sirka í 7. sæti. Já, fara þannig upp fyrir Venus. Já. Út af rondatölu. En Saga sitja ennþá þarna með 6 stig eftir 5 spilaða leiki. Já, þeir voru í dauðafæri að komast þarna við hlið Ármanns sem að voru líka með 1 tapaðan leik og það verður spennandi að sjá hvernig Saga líka koma tilbaka eftir svona stórt tap. Saga svissa þarna við hött út af það rondatölu. Já, alveg eiginlega 100%. Við erum eftir að fara yfir rondatöluna líka. Já. Komin tími á það, held ég. Nei, sleppu því í bili. Já, við þurfum að hafa þetta uppdatað. Já, ekki? Já, það held ég. Það held ég. Þetta er allavega staðan. Ég ánægði með Ravík og sem á Venus í þessari umferð. Virkilega vel gert. Þeir voru naskir. Ég skal viðurkenna það. 100%. En hér er leikum lokið. Það eru 2 uppsett sem áttu sér stað í þessum. Hverra uppsett hins vegar sem áttu sér stað í kvöld finnst mér alveg 100%. En þar til á þriðjudaginn í næstu viku. Við sjáumst þá. Takk fyrir okkur.